plötuumslagið á henni Ég náttúrulega sá það ekki, sko, ég var bara með teipið, en ég hannaði það með hjálp eins grafískar hönnuðar sem man ekki hvað heitir, en hann svona allt öðru þessi típa en hiphop, hann ekki, en hann var mjög cool-gaur. Það var brjálæðislega flott. Já, þetta ótrúlega cool, ég gerði alla listina, hann hjálpaði mér að setja það saman. Ég hugsaði mikið út í, þú veist, það sem ég skrifaði shout out til alla. Ég ætla að segja frá einu núna, svona opinberlega, að það eru svona dulin skilaboð á framhliðinni á Subterranean, en þú verður eiginlega að vera með stækkunagler til þess að finna þessi skilaboð. Já, það er hægt að gera það, sem sé. Góða kvöldið og velkomin í hiphop-varpið. Ég heiti Laufey. Ég heiti César og við erum komin góða gesti hér í Myndver. Já. Við viljum kynna ykkur. Já, ég heiti Kalle Manja eða Juicy, Charlie D, DJ, Felix, Demo. Já, ég Magnús Jónsson, sem kallað mig Maxi, aðrir Maximum, sem Gnúsi. Það er meira. Já. Já, þetta er... The large one. Já. Þeir eru með langan feril og mörg nöfn. Já. Frábært að fá okkur, takk. Takk fyrir að bjóða okkur. Já. En þá spyrjum við, hvar kynntust þið hiphopi fyrst? Já, guðminn góður, sko. Byrjar Kalli. Ég byrja. Ég skal byrja. Við erum bræður, Kalli er eldri bróðir. Ég er aðeins eldri, sko. Ég kynnist náttúrulega svolítið í gegnum hann. Já. En við vorum saman í þessu samtaka early 80s. Já. Út af því að þótt að við vissum ekki kannski allt hip-hop og allt það, við erum frá þessari kynslóð sem að hip-hop var að byrja þegar við fæðumst, þannig að aðeins undan, áratuginn undan eða eitthvað þannig. Og ég held að þegar breakið var í gangi á Íslandi og breaktónlist almennt, þá var það náttúrulega fyrstu svona skrefin í átt að einhverju sem var að vitundum hip-hop. Og og svo, mamma rekja það meira. Manstu í fyrsta skipti sem þú sást? Hip-hop? Já, eða bara eitthvað sem ég tengi alveg við hip-hop. Tónlist eða breakdance eða eitthvað. Já, ég man eftir því, 80 og eitthvað. Kannski, ég held ég hafi verið svona 5-6 ára. Og ég fætti 77. Og þá, þú veist, vorum við áttum heim í Vesturbænum í blokk þar, lítil íbúð. Og þar var alltaf fullt af krökkum að leika sér í hverfinu, eða í blokkinni, þú veist, blokkunum, hann í kring. Og þar var einn náungi sem var mikill svona fyrirmynd, þú veist, mín allana og okkar svona. Hann átti svona eitthvað svona break-spólu með breaktónlist og svo var, þú veist, eitthvað plaggat af manni að popblokka sem náttúrulega bara tegunda breaki. Já. Og ég man bara eftir því, þú veist, mjög sterkt bara og það bara, vá, ég verð að læra þetta, hugsaði ég. Og svo var ég alltaf að æfa dans, sko, frá 5 ára aldri og Maggi náttúrulega líka og þá kom inn þar svona breakkennsla. Já, við vorum í breakkennslu örugglega 86 eða eitthvað. Samkvæmistans náttúrulega. Já, Heiðari Osvalds. Við vorum að æfa vals og breakdans saman. Svo vorum við í grímubúningum og svona Ástríkur Obelix, sko, og fengum verðlaun fyrir það náttúrulega. Mamma var svo góð að gera flotta búningar. Þannig að þarna byrjaði sko virkilega svona bara hip-hop allt í að verða til. Svo man ég þegar við vorum í Danmörku, þú veist, aðeins lengra inn í svona 85-6 kannski. Flutti fjölskylda þá út til Danmörkur? Nei, þá vorum við í svona ferðalagi bara. Nei, bara í fríi? Já, fríi svona. Fyrsta sinn sem ég man eftir miklu að ég hafi verið í öðru landi en hér, þú veist. Já. Þá var mjög eftirminnilegt að sjá til dæmis svona breykara á strikinu vera með svona hakkisakk-bolta. Já. Þú veist, að spila hakkisakk. Mér fannst það mjög hip-hoplegt, þú veist, og ég svona ímyndaði mér að þetta væri breykarar allavega. Og svo vorum við þar og þetta er mjög svona sterk upplifun hjá mér í lestinni þar og því ég á mesta tenginguna við í rauninni graffelement hip-hops frá þeim tíma og læra síðan svona hvernig ég get nota liti og fleira til þess að skapa eitthvað fallegt, þú veist, úr einhverju sem maður hefur í höndunum.
Sástu graffiti Ég sá graffiti fyrst þá svo. Í Danmörku? Já, í Danmörku. Já. Og ég vissi ekki náttúrulega að væri hét eitthvað eða væri eitthvað eða svona. Nei, Þetta var svona eins og svona divine intervention, þú veist. Ég stóð í lestinni bara. Já. Þetta var svona perfect moment, þú veist, sem að er bara ennþá í hjarta mínu, sko. Skýr minning. Skýr minning. Já, já. Og ég er bara stend hana og Maggi náttúrulega líka og mamma og pabbi og svona. Og ég sé bara, þú veist, guð minn góður, hvað þetta er fallegt, þú veist, og allir litirnir og allt svona. Ég var ekkert að sjá einhverja stafi eða neitt þannig. Ég sá bara fullt af litum og það var bara alveg geggjað. Og þetta hefur verið kringum 86, held ég. Já. Og svo kynntist ég því betur þegar við Maggi og fjölskyldan okkar, eða mamma og pabbi og systir okkar sem var þá bara eitthvað 1 árs. Nei, ekki. Var ekki 1 árs? Þegar við fluttum henni? Nei, hún var 2 ára, 2-3 ára. Já. 88. Já, hún var 3 ára. Já. Við fluttum út 88 til Svíþjóðar. Já, einmitt. Og það er svona fljótlega fór þetta að verða þar fór þetta bara að verða að einhverju. Hvað er Svíþjóð bygguð? Við byggum í stað sem heitir Köftu, sem er ekkert það langt. Þetta er svona svæði sem er svona þetta er svona eiginlega alveg á milli vatnana, stóru Venen og Vetten. Já, Venen og Vetten. Klukkutími frá Gautaborg. Þetta er svona háskóla og versmiðubær og sveitabær. Já, já. Það er mikið svona skógar og fallegir svona, það er margir svona bæir hér og þar. Þetta er í Vestur-Gautalandi, í Skaraborg og í næsta svona stórum bæ, það sem heitir Skara, þar er ein elsta dómkirkja í Svíþjóð. Já. Og eitthvað svona. Og þar var hiphop líka? Já, það var ekki þau komum held ég, þannig. Ekki þannig. En þú veist, það fór að koma svona upp úr 90, held ég. Ég man allavega fyrstu rapptónleikarnir mínir, eða sem ég fór að horfa á, var held ég 91 með Latin Kings. Já, ég fór aðeins, einmitt, ég er aðeins eldri, þannig að ég fór á einhverja svona skólaskemmtun og þá var einhver bandarískur rappari sem var að túra svona á diskotek hér og þar Svíþjóð. Okay. Og var að rappa bara, þú veist, þá var ég svona það var samt þegar ég var í Rýtskólan, sko, það var þegar ég var í 7. bekk sem er núna 8. bekkur á Íslandi. Já, þetta var Þú mást ekkert hver það var? Nei, því miður. En ég fór að sjá hann alltaf út þegar hann var rappari, þú veist, og ég man að þú veist, bara eftir því og svo man ég eftir því að við fórum oft til Gautaborgar, vorum svolítið mikið að pendla svona á milli, svona oft helgar og alls konar. Já, maður var alltaf að reyna að dobla mömmu að fara á að kaupa föt og svona. Já, við vorum alltaf alveg heitir fyrir plötum og fötum. Einu sem keypti svona gullkeðjur svona eins og Run DMC eitthvað. Og eitthvað svona, það var alveg mega flottar hiphopbúðir hana, sko. Já. Og einu sem keypti svona leitað upp allar hiphopbúðir alltaf. Já. Það var ekki til á Íslandi, það var eitthvað sem Já, við vissum ekki hvað var að gerast á Íslandi á þeim tíma. Nema náttúrulega þegar við komum en ég ætla að segja smá meira fyrst þetta. Og það er, þú veist, þetta voru svona einhvern veginn vibe bara sem heillaði mann, þú veist. Og eins og þegar við komum 88, þá var eitt af því fyrsta sem ég kynntist var Run DMC, sko. Á spólu, sem ég fikk lánaða. Og það eitt af því öðru, og ég hef alltaf verið mikið fyrir myndlist og ég átti Æskuna. Já. Það var einhver teiknari sem gerði einhverja svona teiknimyndasögur þar. Hann sagðist til hlusta á hiphop. Ég var, hvað er það? Ég vissi ekki hvað þetta var, þú veist. Ég vissi svona hvað þetta var en ekki nafnið á þessu, þú veist. Og og þá bara svona var ég komið með Run DMC spóla allt í einu og svo fyrsta platan sem ég keypti var með Public Enemy. Fyrsta vínilplatan, það var líka held ég 88. Svo lét ég gera ból með Public Enemy Já. Og eitthvað svona, þetta er allt bara crazy svona. Var það Nation of Millions to Hold Us Back? Já, Joe Bramless Show-platan. Joe Bramless Show, já, fyrsta platan. Það var fyrsta platan. Hún kom út 87 og ég held ég hafa gift hana 88. Já. Og ég mani mitt samt, já, það er svo margt sem ég man, en við skulum bara Já. En þú veist, þetta er bara svo marga góða minningar, þú veist. Og ég mani mitt út frá þessu að, þú veist, þetta er bara cool og tónlist og alls konar. Og ég fór að læriði mitt líka inn á þetta aðeins betur, þetta með graffið, sko. Það var einhver skólabekkjabróðir sem átti einhver frænda í Stokkólmi sem var graffari. Og hann fór að tala við mig og svona einn af mínum bestu vinum sem var mikil teiknari líka.
og við þrír vorum svona mestu teiknaranir Já. og ég vann einmitt einu svona keppni í svona teikningu sem var haldin alla Svíþjóð reyndar fyrir Hemm og skóla blaðið og það var gefið út alla Svíþjóð, þú veist, teikning eftir mig að flugvél frá Íslandi til Svíþjóð svona, á svona flottan ævintýralegan hátt, sko. Mamma er annað með mér núna, sko, að segja þetta. Og þá sýndi hann okkur sem sé að þetta voru svona stafir og eitthvað þannig. En maður var ekkert, þú veist, meðvitaður allt, þetta var bara alltaf svona, bara upplifun. Þú veist, smá saman að þróast. Já, maður var svolítið bara partur af vindinum, hip-hop vindinum sem maður var að koma hingað og í Skandinavíu. Já, við erum bara hluti af þessari kynslóð og það er eins og margir eigið þetta sameiginlegt að koma inn í þetta á sama tíma, þú veist, og við. Og sérstaklega núti, út að við byggum líka á þannig stað að þetta var mjög svona skemmtilegu staður að búa á. Við byggum í hverfi sem var mjög svona blanda hverfi eins og þú lýstir einhvern tímann í þætti. Já. Að það var mikið af fólki frá Miðausturlöndum sem bjóða hana, til dæmis. Já. Og svo náttúrulega Finnum og Svíum og alls konar. En örugglega meira í Svíþjóð því að Svíþjóð tók sko við flóttamönnum frá Chile einmitt. Og frá Argentínu. Já, Latin Kings einmitt þaðan, sem eru virkilega stórir í kringum 94 í Svíþjóð. Er það ekki svona eitt fyrsta rappið á sænsku? Nei, það er ekki fyrsta, en það er svona fyrsta fræga sem bara blóða. Já, fyrsta svona sem varð alveg svona blóðað upp alveg í Svíþjóð, bara svona var svona... Það var bara allir hlustir á Latin Kings. Já, sló alveg gegn. Þeir fóru út allt og við sáum þá þegar þeir komu til okkar bæjar og eitthvað svona. Já. En þeir eru náttúrulega voru algjörir meistarar. En ég man sérstaklega reyndar eftir að Kalli fór Já, áður en platan þeirra kom út. Já, þegar þú fórst í einum af pródúserunum, sem er núna stæðsti pródúser í þeirra hóp. Já, og fórst í Bretlandi einhvern sumarskóla eða eitthvað. Já, einmitt. Og komst heim með einhverja spólu frá Tito með Já, það hafði fengið þessi Infinite Mass. Já, Latin Kings og Arabian Impact og það var þessi svona white label platan frá þeim, eða svona demo release af, þú veist, Snubben trúði að hann var cool, var á henni, minnir mig. Og svo voru einhver önnur svona lög frá Infinite Mass. Að þetta er basically sama gengi. Og þessi gaur þannig að Tito, hann var bara í þeirra kjarna, þú veist, og bróðir einhvers eða frendi eða eitthvað. Ég man allan að þessi spóla hafði rosalega mikil áhrif á mig allan að hlusta á. Já, mig líka, sko. Eins og hann með Tito. Hann rappaði líka bara svo skeðsjúklega vel, sko. Já. Og þegar ég var sko eitthvað 15 ára eða 16, mesta lagi. 93 nefnilega var þetta. Já. Og þá ég mani mitt að við vorum hann í Brighton og þar var allt bara hip-hop í hausnum á manni. Ég var með hann einhverjum gaurum frá einmitt Stokkólmi sem ég hékk mest með og við fórum einu sinni í plötubúð sem að ég keypti Sister Nancy lagið og með Bam Bam laginu sem er frægt núna. Classic. En þá hafði enginn spilað það á Íslandi þegar ég byrjaði að spila það allan að svo ég viti. Út af allan að þekkti Robbie Chronic það ekki að mínu viti fyrir en ég spilaði. Eða þá var hann hissa að ég væri með það. Út af það var náttúrulega búið að koma samt hjá Large Professor og Main Source, þú veist, með Bam Bam. Og það lag var ekki á þessari 12-tómu en þetta var 12-tóma sem var þessi Bam Bam lagið og version af því sem var svona instrumental sem var geðveikt og hinum megin var Large Professor remix af þessu lagi sem er ekki með rappi, heldur bara þetta lag remixað ógeðslega flott og það er löngu búið að stela henni frá mér. Þetta var eitthvað svona classic Já, þetta var svona rosalega classic og þetta hefur verið bara eitt af mínum uppáhaldslögum ever since. Já. Ég heyrði eina sögu að því að Latin Kings er eitthvað líka sem að maður frétti af svona óbeint einhvern veginn. Já, í Danmörku. Og Íslandi kannski, ég veit ekki með Ísland. Þekkt einhver það hér? Nei, ég er komin heim sko. Ég man bara eftir nafninu sko, en ég gæti ekki rifjað upp sko. En ég man eftir sko að það eru virkilega stórir í Svíþjóð. Hann var cool og það er svona glefsa eða samplur Línu Langsokk.
Já, þetta er svo fyndið, sko, líka. Þeir voru svo miklu húmoristar. Þeir hafa stundum fengið að, sko, þeir náðu í gegn út að þeir voru svo ungir, svona innocent í rauninni, það sem voru að segja hvernig þeir rappa á þannig. Já, já. Og þetta er 90s, þú veist, þetta er svo vel gert hjá þeim líka, bara beatsinn og allt. Já, og þeir eru annað, sko, í dag. Doggy er alveg bara algjört legend, sko. Doggy Lito. Ég heyrði eina sögu það því að þeir voru sem sagt hvað önnur kynslóð að fólki sem flutti frá Chile var að flýja hérna Pinochet og það og Svíþjóð, Olof Palme og þeir veittu hæli. Og þeir voru ekki að nenn að mæti í starffræði. Það er eitthvað sem ég sá eitthvað vita því ég fylgst mikið með þeim og hérna voru einhvern veginn ekki til friðis í tímanum með eitthvað. Þá sagði kennarinn hérna bara hvað viljið þið gera frekar heldur en að vera í starffræði? Þá, já, við viljum gera tónlist. Já, og þá gera samning allt í lagi. Þið fá bara frjálsa mætingu en þið þurfa að gera tónlist í staðinn. Og fyrst voru þið bara, já, við erum með frjálsa mætingu í starffræði og þú veist, voru ekkert að bara hanga eitthvað og gaurast og svo fór að líða að því og þá voru að rukka þú veist, tónlistina. Þá gerðu þeir plötuna. Gerðu fyrsta lagið og það verður henni til þess að... Þetta er svona legendary svona scenario. Þegar það er maggilent í þessu líka. Svona frítíðsleðara sem var hérna í Svíþjóð. Frístunda mentor. Sem kom og heit Nico. Og hann var svona hip-hop dude frá Miðausturlöndum. Hann hjálpaði mér sem sagt, tók þátt í hérna hæfileikakeppni. Bara hæfileikakeppni hérna þegar ég var 11 ára 91 og hann var svona frítíðsleitari hann var að mentora því hvernig þú rappar og svona þú veist hann gat rappað alveg eins og Chuck D ég man eftir því, þú veist, hann var bara einhvern veginn það var svona hans, þú veist og kendi manni sko, hann er náttúrulega besti rappari allra tíma, skiljum mig, hann Maggi og ég, þú veist, hérna besti support artist allra tíma og hérna við supportum each other að því við erum bræður, sko ég segi svona, maður verður að hafa smá svona, þú veist, attitude það er ofta ákveðin orka líka milli systkina þú ættir að vita það ég meina þú og Elpur við ættum að hafa sömu sögu að segja, sko en hérna, ég er ekki að segja, þú veist Já, ég meina þetta helst allt í hendur, ég meina til þess að það er alltaf mjög sterk minning sem að mér finnst alltaf fyndið að rifja upp. Þegar hérna Kalli kom og vakti mig einn laugardagsmorgun og OMT Raps var og bara eitthvað, Maggi, þú voru að koma og tjekka það hérna komin í lag, hérna eitthvað nýtt lag. Besti hvíti rapparinn sem ég heyrt. Já. Vanilla Ice. Já, það var hérna Ice Ice Baby. Og Kalli var búinn að taka þetta upp á hvíti rappara, sko. Og hérna, já. Sem voru Third Base miklu betri. Já. Ég heyrði þeim, sko. Já, bara skemmtileg vinning, sko, þú veist. Ég man ennþá eftir þessu mómenti, sko. Sjálfur, sko, líka. Svo náttúrulega var þetta lag eitthvað neina, ég man ekki hvað tók marga daga, þá maður var alltaf inn eitthvað, þetta er whack. Já, maður fór að kalla hann wackasta rappara í heimi eftir smá tíma, sko. Líka MC Hammer einhverjum ástæðum. Ég elskaði MC Hammer alveg þvílíkt þegar hann kom út með fyrsta lagi sitt, sko, sem ég heyrði. Já, það var bara eitthvað svona Rick James, þannig að lagi. Byrjunin á kannski svona pop. Já, en þetta bara náðist til mín út af að ég var að hlusta svo margt svona hip-hop. Það var til svona útvarpsstöð þannig úti, eða var til, það er P3 heitir það. Og það var útvarpsþáttur sem er legendary gaur. Rás 3 Já, Rás 3 á sænska ríkisútvarpinu sem heit Soul Corner. Það ætti allir að veita hvað það er, allan að okkur aldrei sem hafa verið í Svíþjóð. Og það tók hann viðtöl við, sem sé, alla, alveg saman hverja það er, í rappi, hip-hop menningunni. Já, það er, hann heitir Mats Nillegert, og hann er alveg magnaður, sko, hann er búinn að vera með þennan þátt síðan byrjun 80 og bara fjalla svarta músík, þú veist. Já, hann líka talaði við alla rappara, þú veist, Ice Cube, EPMD, þú veist. Nefndu gaurinn og þú bara veist að hann hefur tekið viðtal við hann og svo þú veist hefur hann líka tekið viðtal við Barry White og alls konar, þú veist svona þeir sem er að pródúsera tónlistina sem er notið í hip-hopi maður hlustaði á þann þátt alveg bara eins og maður læri svo mikið það var alltaf svona fyrsti klukktíminn var kannski viðtal við Barry White og svo tengd hann alltaf, þú veist að það var kannski eitthvað sem að samplaði Barry White mikið eitthvað þannig að við fórum mjög hratt inn í það að hlusta á takta og hvaðan fá þeir þessa takta, skilur mig. Hvaðan kemur samplið, hvaða trommur eru þeir að nota og við vorum oft með svona leik bara á milli okkar, þú veist, þekkir þennan takt.
og þá segir hann bara, já, þetta lag þetta bara svona en svona þetta, þú veist og hérna það leið stuttur tími frá því kynntist þessu áttu ykkur á þetta væri sem tónlistar hreyfing þangað til vissu að þið urðu að búa til það fór að skrifa texta það kom eiginlega strax sko út af því að ég hafi, þú veist, verið skapaðar að Guði til þess að vera listamaður í alveg talað og Maggi líka og við öll en ég bara veit að maður verið allir að tala fyrir sig náttúrulega, þú veist, hvað svona hluti var þar og hérna og þá eiginlega held ég að þegar hann sagði að megi hiphop vera til þá segir hann, já, Kalli, þú ert líka hiphop, þú veist og þegar ég tengdi svona hratt við þetta þá einhvern veginn fann ég bara, já, ok, þetta er bara mín menning, þú veist, þetta er mitt hérna tjáningaform og ég ætla að vera, þú veist, eins góður og ég get í þessu og ég byrjaði að skrifa fyrsti texti minn skrifaði ég þegar ég var eitthvað að pæli að reyna að taka þátt í einhver svona rap SM í Svíþjóð sem var 89 minni mig og þá hringdi maður svona mörgu sinnum inn einhvern texta sem var að reyna að rappa allir að taka þátt sko ég var alltaf ónað með hvernig ég rappaði hann því ég náttúrulega kunni ekki að rappa það var enginn kennt mér að rappa eða neitt þannig sjálflærður að það, en ég skrifaði samt flottan texta á móti rasisma og hérna ADL vann þessa keppni sem sé hann er mjög legendary Guru í Gangstar sagði að hann væri besti rapparinn í Evrópu til dæmis hann var alltaf á ADL hann gerði lag sem heitir Daddy sem kom út þú veist 87 eða eitthvað hannig jú, já það var svona snemma já, alveg mjög snemma og þú veist hann var allavega mjög snemma og gaf út í New York skilur hann var fyrstir svona hann var international einmitt, já og náttúrulega einn af sonum Quincy Jones er náttúrulega hálfgerður Svíi þú veist já, hann átti sænska konu já, og þetta crew Petter og ADL og Quincy Jones the Third minn með hann heiti já, þetta er allt svona hluti af sænsku svona kjarna menningunni þú veist, í hiphopi já, ég las sem eitt af þessu Quincy Jones ég mæli með að hérna, fólk gerir það mjög áhugavert það náttúrulega kemur úr sko eins og svo margir listamenn í Bandaríkjunum alveg algjöru fátækt og svo flytjaður með pappa sínu til Washington fylkis pappa fær vinnu í skipasmíði bandaríski herinn var að smíða mikið að skipum þar og hérna þegar þeir voru að leika sér þeir voru að brjótast inn í einhverja svona barracks, svona herbúðir og þannig og þá, þú veist, ekkert eitthvað með látum en þegar hann settist niður í messan 11 ára við píanó og þá fekk hann loksins frið og svo lærði hann trompet þannig að hann Quincy Jones sjálfur og svo fer hann gegn bebopið en krakkarnir hans, hann var mikið af börnum og einmitt sænska konu og túruðu alla Evrópu og QT3, hann var líka í Three Times Dope já, hann bjó einhvers staðar í einhverju Albí hverfi en þeir voru líka með eitthvað svona connection, þú veist, við Westside. Já, hann fór að pródúsera fyrir Ice Cube eða Tupac eða eitthvað Ice Cube hvort það var Ice Cube eða var það ekki eitthvað annað, ég man ekki alveg. Allavega Ice Cube. Og hann var alltaf að hitta allt þetta fólk og var að pródúsera og vinna með þessu fólki. Dopsy, já. Þá þekkti hann örgulega líka þennan Danina sem gerði það líka. Dingel Pús, Men is for Real. Já, Men is for Real man ég alltaf eftir. Já, hann er alltaf tenging Þú hefur sagt mér mikið þá í gennum tíðina. Nick Kvaran náttúrulega er sonur Gunnar Kvaran sem er íslensk sjálfleikari. Já, ok. Þannig kynnist ég honum, sko. Já. En Svíþjóð er náttúrulega, já, það er svona ákveðið mekka og það er líka bara mekka í, þú veist, þessari menningu út af því að það koma svo ógeðslega margir góðir rapparar frá Svíþjóð. Já, ég ætla að segja að það var allan, ég veit ekki alveg Graffararnir koma frá Danmörku. Það var eiginlega alltaf að tala þannig að þú veist, rappararnir voru í Svíþjóð og graffararnir í Danmörku. Já, og DJ-arnir, þú veist. DJ-arnir, Starik og fleiri. Allir þessi góðu DJ-ar voru náttúrulega danskir. Ég man eftir einni plötu sem ég átti sem var dansk. Og svo í Noregi voru svolítið mikið af pródúserum sem að, þú veist, eins og hann að Tommy T og... Já, hann var í Noregi. Oslo. Já. Hérna... Og svo vorum við á Íslandi. Já. Við byrjum með ykkur og fleirum. En svo flyttu fjölskyldan heim, já. Hvenær var það? Já, sko, ég kom aðeins á undan heim áður en fjölskyldan kom. Bjó einn bara með ömmu minni þegar ég var að verða 17 ára. Og það var árið 1994. Já, mitt, já. Og þá, þú veist,
hérna kynntist ég einhvern veginn hip-hop menningunni hérna sem var í gangi. Hvernig voru ekki mikið viðbrigði að koma frá Svíþjóð og Já, það var svolítið svona skellur fyrir mig út, ég þekkti engan sko lengur, þú veist, ég hafði mist samband við alla og þekkti einhvern bara ömmu mína og fjölskyldu sem var svona smá hópur en ekkert stór hópur og hérna þekkti ekki marga sko. Og varstu þá í Hagaskóla eða eitthvað? Nei, á þessum tíma var ég að reyna að fara í menntaskóla, fjölbrautaskólann í FB á myndlistabraut og ég var að verða 17 sko þegar breytingar. Já, 17, já. Og hérna Já, FH var með svona hérna lista sko. Var það FB? Já, FB. FB var alltaf með fræga myndlistabraut. Já, ég fór í hana sko en ég bara skildi varla íslensku og gat ekki hangið með í hraðanum inn í þessu skóla. Ég var svo upptekinn að horfa allt í kringum mig. Skólinn var svo bara allt að gera sko og ég vissi ekkert við hvernig ég ætti að tala eða þú veist og ég varla skildi tungumáli sko þú veist ég hugsaði á sænsku þegar ég bjó úti þannig að ég bara svona átti bara erfitt að hanga með í þessu og svo bara fór ég að missa að því ég fór að hanga mikið að tagga og svona fara að djamma og þannig á kvöldin eins og allir gera keyra og bara hlusta á þú veist það sem var í gangi Jeru the Damage og Wu-Tang Clan og eitthvað þannig og hérna sérstaklega með einum besta vinnum mínum á þeim tíma Rags, hann algjört legend og við fórum út allt svona saman á þessum tíma Raggi og hérna hann úr Breiðholtinu og svo kynntist ég þú veist svona þeirri menningu sem var í kringum house-tónlist og svona danstónlist líka og eitt af því fyrsta sem ég spurði Ragga að hvort ertu hip-hopari eða skeitari það var munur á því sko hjá mér ég var svo mikill puritanni sko að því ég svolítið svona þannig ég meina fólk talaði líka sig sem skeitari það var öðruvísi í Svíþjóð sko að vera skeitari en að vera hip-hopari þú veist hip-hopari var meira þú veist allur pakkinn skeitið var í mestalegi bara baggy buxur en þið alveg sama hip-hop þú veist já, meira kannski svona meira bara svona tíska að vera í svona smá hip-hop fötum en ekki endilega inn í músíkinni sjálfri ég var ekki mikið að hlusta á Nirvana og þannig hluti Hjólabrætta, alltaf það var líka punk já, punk og allt þetta en ég hlusta á Beastie Boys og ég fór að kynnast þú veist, punkinu meira út frá þeim þú veist, seinna að því ég fekk að vita að þeir hefðu verið punkarar undan og ég fór að bera virðingu fyrir því þá líka og sérstaklega því pabbi minn Jón pabbi minn, hann hlustaði mikið á punk þegar hann var yngri og mikill punkari sko og ég fíla alveg Clash á þeim tíma og eitthvað svona og ég man eftir punkurinnum í 80s á Íslandi áður en við fluttum út og þá varu þeir með hanakampa og allt þetta þú veist og líka bara í blokkin okkar þá var maður eiginlega bara þú veist það var fullt af krökkum alltaf að leika okkur svo kom einhverju punkarar sko þá var maður bara það var náttúrulega rosalegt lúk sko. já þetta var lúkið sko og svo var alltaf svona sögur að þeir varu með hnífa og voru að stinga fólk þú veist eins og í hverfinu okkar í Reykjavík, Vesturbænum já það voru alls konar sögur sko og það voru stríð á milli þú veist fyrstu innflytjendahópa þú veist sem kom frá Vietnam og það var svona stríð í Vesturbænum á milli þeirra og punkara og eitthvað svona maður heyrði allan af þannig hlutum og þetta var eitthvað svona sem maður óttaði svona Já, ég er alltaf að kynast þessu setna það er myndin Rock í Reykjavík sem við töluðum aðeins síðast já, einmitt það var uppur 80 Sigurmúlanir einmitt hafði mikil áhrif á mig sem barn þú veist, út af því að þeir náðu til mín þú veist þeir náttúrulega spruttu upp úr sama umhverfi og sama umhverfi og ég er alveg upp í þú veist, þannig að í Vesturbænum það var mikið af þeir fólki svona á því svæði og eitt af fyrstu tökkunni sem ég sá einmitt þegar ég var lítill áður en ég flytti út eða eitthvað þannig það stóð bara Sigurmúlanir eða Sugar Cubes eða eitthvað þannig það var bara svona tagg ég held ég hafi byrjað að tagga að þess að fatta að ég var að tagga samt sko líka þetta er allt bara á sama tíma það kemur allt bara einhvern veginn þú ert fluttur heim og byrjaði í FB en
Já, svo flyttum við restina af fjölskyldunni árið seinna. Já. Og, já, 95, eða 90... En þá var hann byrjaðar að pródúsera alveg geðsjúka tónlist, sko, með Fríu og Gustaf og fleirum. Já, við byrjum... Úti Þannig heyrum það, sko. Já. Byrjum að gera tónlist hann á einhverja Amiga-tölvu þegar ég var allavega 11 ára held ég þegar 10-11 ára þegar ég byrjaði að gera fyrstu bítinn. Hvað er það, Pro-Tracker eða? Já, Pro-Tracker. Já, einmitt. Og hérna, þannig að við vorum búin að gera alveg slatta, við vorum með hana eitthvað band út í Svíþjóð sem heit Creation Crew, sem var svona, við vorum nokkrir gaurar saman eitthvað, sveittir í einhverjum kjallara að taka upp á kassetu. Við tókum upp alveg eitt sumar, vorum við bara 96, þá fluttum við svona semi tilbaka til Svíþjóðar. Að því við vorum það svo lengi, árið 96 sko. Og þá vorum við bara alltaf í kjallaranum hjá Fríu. Hjá Black Fist sem var með okkur í Subterranean. Þetta var 96 og þá tókum við upp alveg hellingadóti. Það var eitt svona skemmtilegasta svona Þið kynnist honum í skólanum eða bara í... Já, bara í Svíþjóð, já. Ég kynntist honum fyrst í skák. Skák. Ég var Nei, ekki körpulta, en ég var alltaf mikið í skák, sko, þegar ég var krakki. Og hann kom hann ekkert og Hann finnir að ég man eftir hann líka, sko, áður en ég vissi að þeir þekktust. Þá hafði ég séð hann, sko, í hverfinu sínu. Og þegar ég var að spila baseball þar, ég var að æfa baseball. Að ég elskaði baseball. Hafnabolta. Já, mjög töff, mjög töff líka. Og það var eitthvað svona, ég var bara miklu meiri íþróttakall heldur en ég í dag, sko, þá. En ég hafði áhuga á skeitir endar, ég var skeitari, þótt ég var, eins og ég sagði á hann, meira hiphopari. En skeitið óneitanlega hluti af hiphopi. En ég var bara að lýsa svona tímabili, tengingum. Activities kannski, svona. Alls konar activities. Það er kannski ekki eitt af svona... Þetta verður ekki verið ráðandi, þú veist, heldur, hjá mér. Nei, en þetta blandast náttúrulega mikið. Það var svona sami hópurinn náttúrulega sérstaklega þarna. Þórdísi, og Þórdís kynnist skeitin út í Svíþjóði mitt. Þórdísklasin, já. Það er meira náttúrulega frá Kaliforníu uppalega. Já. Ég sá skeit fyrst bara áður en við fluttum út. Það var einhver að skeita niður það sem áttum heima. Það var svona aðeins byrjað held ég, 80 eitthvað held ég, svona. Já. Maður farið að sjá En þetta verður óneitanlega flókið og þetta er virkilega the melting pot, þú veist, hip-hop af heiminum. Eins og við erum örugglega farin að skilja þetta núna. Að það sem að við notum fyrir New York, þú veist, og það er frækt lag sem heitir The Melting Pot, minni mig, eitthvað. Booker T en MJs, ég man eftir einu lagi MGs, já. Það heitir ekki Melting Pot, eitt lag með þeim. Jú. Það er svona alveg, ég átti það á svona mixtapei frá New York sem Fríu gaf mér. Það var bara eitt flottasta mixtape sem ég nokkuð til að hlustað á. Á þess að vera mikið rapp í því nefnilega. Oftast var ég bara með svona Funkmaster Flex frá Hot 97 eða eitthvað þannig. Já, Fríu var náttúrulega, hann var í New York fór mikið til New York á sumrin og kom alltaf tilbaka með fullt af mixtape með DJ Juice og fleiri DJ SNS Funkmaster Flex og eitthvað svona á kassett og crazy shit spilaði þetta svo mikið sko. Við krúsuðum og hlustuðum á þetta, þú veist, og sköðum í okkur eyrun sem eru ekki sköðuð núna samt. Þetta er æfing. Þetta var allt svo nýtt og fest og bara innblástu líka náttúrulega. Og líka það held ég að maður þurfti alveg að hafa fyrir því, þú veist. Ég meina maður fór ekki út í búð hérna að kaupa plötuandil það stóð ekkert á neinum stað hvaða lögin hétu. Var ekki líka eitt sem þið komið heim til Íslands að þau þurfti að hafa meira fyrir því að hvað hiphop væri eða plöturnar. Ég veit ekki hvernig þetta var í rockheiminum en hjá okkur var þetta þannig að maður las hver einasta orð á plötum eða diskum sem maður fékk og öll skilaboð sem voru þannig voru mikilvæg. Það er svona kveðjurnar ég þakka mínu aðra sjálfi og Melkisedek Most High Allah Guð og svo DJ þetta og DJ hitt. Já, DJ SNS og DJ Cape Capri, takk ykkur fyrir að vera góði við mig. Já, þetta var svona, þú veist, og mamma og pappi fyrir að, þú veist, færaði mig inn í heiminn og þannig, þetta var svona mikið þannig. Það var þess að kasta kveður, svona þessi shoutout og svona þakklæti, þú veist. Já, það er svo mikið þannig, út af hip-hop í Bronx, eins og við erum að
svolítið að tala um það, hip-hop. Já. Og þá eru það bara svona fjölskylduskemmtanir, þú veist, þannig að þetta, ég er farin að segja, þú veist, þetta er skapað af börnum í rauninni, eða fyrir börn, hip-hop. Þú veist, hip-hop er fyrir börnin, út af því að þau skapa þetta, skiljur mig. Kemur kannski pabbi með plöturnar sínar, spilar eitthvað funky shit og síðan er barbecue og það er verið að spila bolta á meðan eða dansa og byrja að breyka eða keppi einhverju svona kung fu dæmi, þú veist. Fjölskylduskemmtun, já. Fjölskylduskemmtun. Hip-hop er fjölskylduskemmtun. Og það er svo sorglegt þegar fólk fyrir að glata þeirri sín og fyrir að halda þetta snúist eiturlyf og gengi sem að beita aðra ofbeldi og eitthvað sannig. Mér finnst það svo langt frá, þú veist, því sem ég hugsa sem hip-hop. Já, ég er sammála. Þú veist, eins og þegar ég byrjaði að hlusta Boogie Down Productions, það sem að KRS-One og Scott La Rock og allir D-Nice. D-Nice var aðal rappar svona fyrirmyndi mín reyndar. Já. Tók það í My Name is D-Nice, tókst það ekki Já, Crumbs on the Table tók ég. Já, Crumbs on the Table, já. Já, hann á 12 tómu ef ég hafði ekki búin að tíninni. Og rappaði það á hæfileikakeppni, ekki? Jú, ég rappaði það í hæfileikakeppni. Það lag, en ég þurfti bara að hlusta á lagið milljónsinnum og skrifa niður textan út frá því sem ég skildi. Já, maður gerði það mjög mikið að hlusta og skrifa niður. Já, þannig ég var alltaf að spóla til baka. Og svo var besti vinurinn með mér og hann var svolítið með mér í þessu, hann heitir Hugo frá Svíþjóð og hann átti svona SL og hann var DJ minn, einn SL. Það er bara basically spilaði instrumentalið af þessari plötu sem ég átti á 12 tómu. Ég held í eigin ennþá, hún er allan að gull. Ef einhver er með hana þá má það skilja henni. Og líka Bam Bam lagið. Ef einhver hana er með Bam Bam plötuna mína, please, komið inn til mín. Já, við sendum þessu orku eða þær finna þig. Já, akkurat. En við langar aðeins að spyrja þig, Maggi, því að bróðin er búin að svona hvernig kannski þú komst fyrst að þessu, því veit náttúrulega að það var svona í gegnum bróðin, en hvað er það sem þú manst eftir sem að heillaði þig fyrst? Sko, já, þetta náttúrulega kemur mikið einmitt bara frá, kannski svolítið beint frá Kalla, en það sem heillaði mig var held ég tónlistin bara ég veit það ekki, þú veist, bara allt einhvern veginn, væpið í kringum hip-hop kallaði mjög einhvern veginn strax á mig bara, einhvern veginn fann maður sér mjög hratt að búa til takta og skrifa texta allan daginn, þú veist, lág upp í rúmi bara með, þú veist, ég með svona 700 textabækur, sko, með mislélegum textum. Það var ákveðin æfing í því, bara skrifa. Og þú veist, og maður var einmitt ég manna, ég fíla alltaf mjög mikið Pete Rock plötunar, af því að hann var oft með svona interlude beat á milli laga, þannig að þú veist, það var þægilegt að skrifa við það og svona. Já, einmitt, já. Einmitt þegar Mobb Deep kom líka og þeir voru með þannig takta svona, þægilegt að skrifa við taktana þeirra. En svona fyrsta sem ég gerði var að ég skrifaði texta körfuboltaliðið mitt, þegar ég var örugglega 10 eða 11. Og flutti það fyrir liðið og það tók allir svo vel í það að þá fann ég bara, Maggi er sko náttúrulega talent í rappi sko. Tók ég þátt í einhverjum hæfileikakeppnum hana. Þetta var í Svíþjóð. Í Svíþjóð, já. Og með þessi Nico leiðbeinandinn hann. Já. Hann var líka með Gustaf Eistes og Fríu. Gustaf er náttúrulega. Já, það var hann seinna. Já, það var seinna. Segðu þú. Þannig að þetta var svona þegar ég var 11 ára og tók ég einhverja hæfileikakeppni og lenti öðru sæti og með E-Krón? Já, E-Krón, já. Já, einmitt. Nei, það er líka seinna. Já, einmitt. Þetta var með bara Larry. Já. Larry Já, minniðinn. Já. En já, þú veist, strax þarna fann ég alveg að ég vildi halda áfram að gera þetta og sem ég gerði og svo einmitt, svona þegar kannski svona 12-13 þá byrjum við að vinna saman ég og Fríu og strák sem heitir Gustaf Eistes sem er heimsþekktur í dag tónlistarmaður, kallar sig Dungjan spilaði hérna á Iceland Airways fyrir nokkrum árum gerir svona psychedelic folk svona prog tónlist mjög flott, svona mjög jazzað mjög flott, hann byrjaði rauninni bara með því að vera að fara að gera eigin
hip-hop, þú veist. Já, hann er bara svona, hann er svona tónlistar undrabann, þú veist, hann sér fiðlu í fyrsta sinn og hann bara spila verk, skilur. Hann er svona algjört undrabann, hann er svona Beethoven. Já, Beethoven. En hérna, já, og svo kemur við til Íslands hana 95 og já, Subterranean verður henni til bara 95 líka, sko. Já, bara einlega strax, sko. Ég man að ég fór með spólu frá ykkur. Já. Þú veist, það sem að þið kölluðu ykkar Creation Crew? Nei, það var áður en Creation Crew nafnið kom svona sterkt. Þið kölluðu ykkur eitthvað svona, ég man ekki alveg hvað það var, á spólinni sem sé. Það stóð svona spólinni eitthvað nafn. Býttu nú við. En við kölluðum okkur Creation Crew eiginlega frá 93 samt. Já. En það var eitthvað annað sem þið voru að nota. Það skiptir kannski ekki öllum máli núna. Já, ég man ekki. En ég sýndi allan að Magga Lego og Axilla þessa spólu. Hvar hittur þú þá? Í Stóra bróðubúðinni á Laugaveginum. Stóra bróður, já. Það voru komnir náttúrulega á þessu tíma, voru komnar fattakomir á Laugaveginum. Já, allan að það var hann að Jónas á Milli. Alveg dót þar, sko. Og náttúrulega Stóri bróðir og þú veist, ég man að mér fannst þetta allt rosa spennandi einhvern veginn og þetta var allt eitthvað svo að gerast, þú veist. Og náttúrulega Robbie Kronig var með þáttinn sinn. Og þá voru allir með svona fat laces. Þú veist, Adidas skór. Svona óreimaðir. Er þú ekki með fat laces núna? Jú, það er náttúrulega flöyti skóðþengur, það er náttúrulega hip-hop. Þetta er náttúrulega pís út af fyrir sig, sko. Já, þetta er bara fyrir mér ákveðin svona yfirlýsing, sko. Það er bara hip-hop bara. En já, það er mitt Robbie Kronig, þessi þáttu, út af þátturinn Kronig. Já. Sem kemur hérna, var hann ekki fyrst á ég held að hann hafi byrjað 93, já. Var X-inu og svo fór hann á Scratch, var út af stöð. Já. Sem var hvað alla 50 daga. Ég fekk að koma í heimsókn til Robba. Jú, þetta var allan vikulegt alveg. Já, þetta var í hverju viku. Svona fljótlega 96 eða eitthvað, þá byrjaði hann að frístæla í beinni. Að frístæla í beinni, að fólk var að hringja inn í heimasímónu sínum. Það var sko ég sem byrjaði það batteri, held ég. Í þættinum? Í þættinum. Ég hringdi bara svo mikið í Robba alltaf. Og það mér langaði að vera DJ og rappari og graffari og breykari og eitthvað þannig. Og svo introduceaði Magga að gera það líka. Já. Og þá kom bara eiginlega sprengja af þessu. Já, það var alveg hann að eitthvað sprengja. Það komu bara sprengja af fólki að hringja inn í að rappa, en það var það engin jafn góður að Maggi í því samt, sko. Já, ég man eftir í þáttunum, það var sérst, eitthvað frístæla og svo gott mér hringt inn mitt. Já. En þið hitt, Ég var alltaf að bögga Robba, sko. Ég fekk að koma í þáttinn stundum að spila eitthvað svona. Ég átti náttúrulega ekki svona góða græjur til þess að spila með. Ég bara elskaði tónlistina. Þannig ég var basically að æfa mig í þættinum, live, þú veist. Smá svona, þú veist. Það er með bjarga sér bara. Já, þannig er þetta, þú veist, ég verð að komast í græjur. Já. Ég hef ekki pening fyrir þeim. Nei, þetta meina eignast svona tekníks-excel hlut, þetta var náttúrulega sjúklega dýrt á þessum tíma. Þetta var mjög dýrt. Alltaf þessar græjur, sko. Ána kannski Amigan og Atari og svona. Amigan keyptu við. Gat verið svona tiltölulega verðalegt. Já, ég man að við keyrðum fjölskyldan, sko, niður til Þýskalands. Keyptum hana þar. Já, og líka Adidas, sko. Já. Eða Run DMC, sko. Þú veist, já. Við vorum náttúrulega ekki fara þangað til þess að gera það, en fyrir okkur vorum við að fara þangað til þess að gera það, sko. Það við hugsaðum bara svona hluti, sko. Ekki þú veist, hérna fallega skóginn sem við vorum í. Nei, en þetta er náttúrulega tjáningarform sem að gera mann extrovert og svona, þú veist, það kemur svo mikil orka einhvern veginn út úr þessu og útrás líka, þannig að það er skiljanlegt. En aftur í Stóra bróður þegar við hittir hérna Axilla, sem er þessi plötusnúður, Aggi, Axilla, og þú spilar fyrir þá. Já, ég er náttúrulega vissi smá hver þetta var. Þú veist, Axilla allavega. Þegar ég mann eftir honum þegar ég kom hingað jól 90 eða 91 og þá var undirgöngin til, búðinn hans, sem Goldie graffaði. Einmitt, sem var í Þingvarsstrætinu. Já, sem var fyrsta graffið sem ég sá svona tagglegt graff. Það var ekki eitthvað pís eða neitt þannig endilega. Og það var þar. En það var bara svo cool búð. Það var svo graffað inn í henni sem Goldie hafði gert. Hann var alltaf drum and bass genius, finnst mér. Var hann ekki í krúi sem er Trailblazers líka? Eða graff? Jú, hann er í Tats Crew í dag. Hann er í Tats Crew. Þeir voru að gera einhvern vegg núna í, held ég, Bretlandi. Alveg risastóran vegg. Ef þið farið inn á Goldie á Facebook-síðunni hans, þá sjáu þið það. Mega flott, ógeðslega flott. Þetta er bara mjög nýtt. Hann var nokkulega ákveðin svona, og Aggi náttúrulega líka með tengingu
Já, þetta svona hip-hop, þeir voru að gera jungle tónlist og ég kynntist því náttúrulega í gennum þannig útvarpsstöðina og var eitthvað að skrolla FM, svona reyna að finna hip-hop inn á útvarpinu. Hringdi stundum í Rás 2 og baði Ice Cube eða eitthvað þannig. Já, og það var ekki alveg skilið, þú veist hvað það var. En allt í henni heyrði ég svona bara... Útrás, já. Ég þekkti þannig eitthvað svona frá Erik B. Rakim í þessu. Þetta hljómaði svo líkt Erik B. Rakim, Let the Rhythm Hit. Og mér fannst það flott, þú veist. Þannig að fyrir mér þetta svona original hip-hop minning. Þetta eru sömu breaks eða sama taktbroti sem að, þú veist, þeir eru að nota. Já, þeir eru að nota, þú veist, hip-hop tónlist. Já, kannski Amen breakið er svolítið, eða þú veist, bara. Já, mikið nota. Þetta er klassísk bara partur af Fender Rhodes stefnunni, sko. Já. Sem er svolítið töff. Já, þetta er æðislegt break. Ég verð ekki leiður að því, en ég var bara að segja, þú veist, þetta er búin að nota svo ógeðslega mikið, en eins og Bob Marley tónlist sem ég hef hlustað á síðan ég var, þú veist, þessum aldri, eða yngri, af því mamma hlustaði á þetta þegar við vorum krakkar. Ég hef aldrei verið leiður á því. Nei. Og ég hlusta á Bob Marley næsti á hverjum degi. Þú veist, og það er bara, þú veist, divine intervention. Þú veist, að það er til svona góðir hlutir í heiminum okkar. Það er líka bara ákveðin tónlist tala til maður og maður fær svona ró eitthvað neginn. Róinn og bara svona eitthvað líður vel og hann er bara svo góður gaur. En svo gerist þetta mjög hratt, þú spilar þetta fyrir þá hérna í Stóra bróður og svo hittir er það ekki afgerandi að þið hitti hérna Róbert eða Róba Kronika sem við kallaðum? Jú. Það var sko í gegnum, það var einhvern veginn, ég veit ekki alveg hvernig þeir tengdust, ég þekkti það náttúrulega ekki. Þeir ekki bara vinir? Þeir voru allir vinir, þú veist, þannig að ég vissi eitthvað mikið um það, ég vissi ekkert mikið hvernig allir þekktust hérna. Nei. En Raggi þekkti þetta fólk allt saman, þú veist, vinur minn. Hvað sem tengdi svona? Já, þannig að ég svona vissi smá, svona ég geti sýnt þeim eitthvað og þannig. Og þetta var ógeðslega flott, sko, ógeðslega flotta búðir og ég keypti í undirgöngunum svona Cypress Hill peysu. Já. Flexin og Fresh Jive og svona merkin sem var í gangi, þú veist. Það var tímabilið þannig. Já. En svo 1991. Svo verður Subterranean til bara þarna, hvenær er það? Já, í rauninni bara þarna einhvern veginn svona. Já, þetta var úr einhverju af þessu öllu. Já, þú veist, mikið af þessum lögum sem að voru síðan á plötunni voru búinir að gera einhverju leyti í Svíþjóð, ekki? Já, sko, taktanir eru náttúrulega aðalega, þú veist, þínir og Fríu. Já. Ég er með einhvern veginn, 2 taktana samt. Já, en þú veist, við svona ákveðum, við erum hljómsveitin Subterranean, það gerðist eiginlega bara mánuð áður en að platan kom út eða eitthvað. Já, við völdum bara einhver beat og ég nefndi ekki eins mikið og þeir að vera í stúdíónu. En þannig að æxlaðist bara þannig, þú veist. Og svo eru núna, þú veist, við vorum báðir alltaf að keppast í að gera beats. Þú veist, við hvern annan. Þú veist, hefur heyrt þetta? Og hefur þú heyrt þetta? Ertu búin að heyra þetta? Ertu búin að heyra þetta? Það er mjög holdt að kasta svo á milli, það er mjög skapandi. Og ég persónulega lít alltaf upp til Magga sem beatmaker. Mér finnst hann betri beatmaker en ég. En það er líka holdt, þú veist, að vera humble. Út af því að, þú veist, ég þarf einhvern svona sem er betri en ég, þú veist. Hann er náttúrulega graffarinn. Ég á eitt bara sumar sem graffari. Hann er samt góður teiknari. Tókst að vera handtekinn 3 sinnum. Á einu sumri. Ég hugsaði bara, ok, þetta er ekki fyrir mig. Mér tókst að, sko, að graffa út allt á þess að vera tekinn. En síðan var ég að graffa með vinum mínum Kes í LCF Crew og Deg, minni mig. Og það var upp í Breiðholti. Þú kynnist þeim í FB eða ekki? Já, á þeim tíma, svona 95. Já. Og kynntist honum KS sem er besti vinur minn, þú veist, ever. Trösti. Á svona drum and bass kvöldi, held ég. Og hann var með svona einhverja flotta derúu sem ég tengdi að þetta er eitthvað svona hip-hop vibe. Hvort það hefði staðið Fucked á henni. Sem var svona skatemerki, þú veist. F-U-C-T og ég var bara ég man að þegar maður kom hingað það var svo mikið af ég man allan að ég pældi í því hvað var mikið af
svona merkjum alls konar eitthvað. Það var miklu meira svona merki hér. Stússi, þú veist, það var svo mikið eitthvað svona. Já, tískan var meiri hér. Já, miklu meiri hér. Úti var þetta meira svona bara einhver föt, þú veist, sem eru stór. Já, og meira svona einhvern veginn. Og búið til tónlist. Já, það var aðalega, þú veist, að digga, þú veist, hlusta, búa til eitthvað. Hérna var allt komið einhvern veginn svona, þú veist. Þetta var meira svona vírar hérna, sko. Það var aðeins vírar. Svo var svolítið mikil dópheimur í kringum þetta hérna, sko. Miklu meira en ég þekkti í Svíþjóð, sko. Það var miklu meira dóp í gangi á Íslandi á þessum tíma heldur en ég hefði þekkt. Komið mjög óvart, sko. Og hérna, af því ég þekkti þannig hluti ekki, þú veist, þegar ég kom hingað, sko. Skilurðu mig? Já, ég held að sko, því að ég flytt út einmitt á þessum tíma, sko. Ég flytt út til London, sem sagt 92. Og ég man einmitt að þetta hefur gerst einhvern veginn rosalega snöggt. Þessi svona, einhvern veginn hvernig hiphop bara allt í einu skýst upp á yfirborðið því að það var enginn að hlusta á hiphop þegar ég var hérna var rosa mikið svona danstónlist. Danstónlistin var rosalega sterk hérna og það var svo mikið svona epilur og alls konar þannig í gangi. Já, akkurat. Og mér fannst það svolítið svona skeri, sko. Já, einmitt. Og hérna, ég gat ekki alveg fittað inn einstaðar, fannst mér. En það var öðruvís náttúrulega í London, eða hvað? Já, það eru náttúrulega bara margir heimar, þú veist, og þú bara finnur hvar þú passar inn. Hérna þetta oft meira svona, það einhver mainstream og svo, þú veist, þeir sem fitt ekki inn eru í einhverjum svona litlum hópum bara. Já, ég fór inn í þennan heim þar sem að maður úti að bomba og tagga og gera graffítiverk og þannig á nóttinni, bara alltaf, alla daga. Ég var bara hangandi inn í stúdíum alla nóttina og alla daga. Já, þannig að það hefur það. Ég er graffarinn og hann er beatmakerinn. Já. En jú, ég var líka hérna on the lookout nokkur sinnum, náttúrulega. Já. Það var náttúrulega öskraði að löggan var að koma eitthvað. Sér fór maður að verða með svona sixth sense, maður verði svona og þá fór maður eitthvað. Eða stóð bara svona kjur. En ég nefnilega bjóð í London þegar Subterranea kemur út, eða platan, og ég fekk hann að senda á kassettu í London. Mamma sendi mér hann að senda á kassettu. Því hún alltaf vissi að ég væri hiphopari, sko. Ef við skoðið plötuumslagið á henni. Ég alltaf sá það ekki, sko. Ég var bara með teipið, sko. En ég hannaði það með hjálp eins grafískar hönnuðar sem mann ekki hvað heitir, en hann er svona allt öðru þessi típa en hiphop. Hann var mjög kúlgur. Það var brjálæðislega flott. Já, þetta er ótrúlega kúl. Ég gerði alla listina, hann hjálpaði mér að setja það saman. Ég hugsaði mikið út í, þú veist, það sem ég skrifaði sjára á því alla. Ég ætla að segja frá einu núna, svona opinberlega, að það eru svona dulin skilabóð á framhliðinni á Subterranea, en þú verður eiginlega að vera með stækkunagler til þess að finna þessi skilabóð. Já, það er hægt að gera það, sem sé. Það eru dulin skilabóð. Án jokes. Ég ætla ekki að segja hver skilabóðin eru. Nei. Fólk eru bara að fletta þessu upp, sko. Já. Og svo er líka hérna lagið sem er alveg í lokin á plötunni. Ef maður hlustar á þögnina sem er í lokin. Það var náttúrulega og þá kemur svo lag. Kúl að vera með eitthvað falið lag. Já. Það lag er svona það sem við vorum að gera á þessum tíma sem kom aldrei út. Nema á einhverjum svona kassettum sem eru löngu hornar einhver staðar, hjá Ómari Suárez eða einhverjum öðrum sem hafa fengið svona kassettur. Og Maggi fekk einhverja kassettum daginn sem er með einhverjum svona beats sem ég langar að fá að stela, af því að það er líka beats eftir mig á henni og ég fíla að heyra líka mín beats. Já, það er alveg einhverju kassar af kassettuspólum í geymslum, sko. Já, bæði hjá okkur og hjá öðrum, þú veist, þannig að ég get alltaf eindregið að láta okkur fá fullt af kassettum. Þetta sést væntanlega betur á LP-plötunni heldur en á geisladisknum. Já, en hún er náttúrulega kostar 50.000 krónur, sko. Hérna LP-platan. Já, allan að 25.000. Er þetta ekki orðið safnareintak í dag, eða hvernig? Þeir hafa sagt það. Þú færið hann ekki, ég reyndar, vinnur minn keypti hana í, Mér minna að það hafi frekar verið kólaportið en einhverja Lögreikvöld? Nei, Gröni hirðin? Já, þannig. Já, Góði hirðirinn, já. Góði hirðin? Já. Það var alltaf plötur og alltaf plötur þar. Já, en hann keypti Subterranea-plötuna þar fyrir kannski svona 3 árum eða eitthvað. Já. Þú veist, það vantar enda umslagið, það var bara diskurinn sjálfur.
Ég er nefnilega bara eina svona plötu. Þannig að maður getur svona, þú veist, ég fæ alveg reglulega fyrirspurn hvort að það er að kaupa plötuna. Já, ég hef heyrt af vinum mínum sem er Mr. Lucky að þeir selja þetta á svona 25-50 held ég. Ég meina, þetta er náttúrulega bara eitthvað svona sem að dettur inn, sko. En þið fáið plötusamningi það ekki, hvernig kom það til? Það var Biggs sem að vildi gefa okkur út. Já, við fórum fyrst náttúrulega við smá, svona, við rúndum á milli fyrirtækja. Já, við vorum að pæla í svona ýmsu. Já. Við fórum að töluðum við Ása í Japis. Í þrumunni líka. Já, Ási í Smekkleysu sem var með Japis líka. Já, við vorum mikið að pæla í honum, sko. Hann er svo rosalega næs gaur líka. Já, tölum líka við hann hérna Steinar hérna. Já, einmitt. Og skífuna. En það var, þú veist, þannig að Biggs náði einhvern veginn að tala við okkur að pródúsera plötuna fyrir okkur. Þannig að hann fekk beat frá okkur sem hann svona vann út bara soundið, þú veist, tók það inn, soundið, þú veist, inn í. Já, og mixaði það einhvern veginn. Og hérna svona beat sem upprunalega gerð á Amiga-tölvum. 12-bita sound, eða 8-bita. 8-bita held ég, já. Það sem gerir þetta svo skemmtilega hrátt. Já, en síðan bara í dag er sem sagt og Cell 7 var alltaf komin inn í þetta á þessu tíma. Hún kom inn, sko, held ég bara í byrjun 97, held ég. Ragnar. Jú. Hún kom inn í þetta þá, sko. Kynntust það með henni í Cowboy. Já, Original Hood. Já. Hérna í okkur skemmtun. Varst þú ekki að DJ-a? Var ekki félagsmiðstöð? Já. Hérna, minna kallaði að DJ-a og ég kom hann og varum eitthvað að rappa og hún steig upp á svið og rappaði líka. Já, einmitt. Og þá bara, maður var bara, what? Blown away, sko. Hún er algjör meistari líka í rappi, sko. Já. Og það var eiginlega bara til strax, bara eftir það, sko. Já. Og það var svona... klára plötu og... Já, og við gerðum líka þarna 95 heilmiklar upptökur með Smára Tarfi á Stykkishólmi. Já. En þess að við vorum þar tíma árið 95, vetur, 95-6 held ég. Já. Og það var mjög skemmtilegu tími, sko. Það var gaman að kynnast honum og fólkinu sem var þar og það var rosalega mikill snjór og við vorum mikið að spila í félagsmiðstöðinni þar á þeim tíma og svo var maður að gera eitthvað annað líka. Sko minningin hjá mér það er að hann er ógeðslega mikill snjór. Já, akkurat. Og skólaverkfall. Já, ógeðslega mikill snjór. Já, og þetta var þess að þau fluttum fara í vídeoleiguna. Við fluttum beint á Stykkishólm. Já. Og hérna byggum þar hana í ykkur 4 mánuði eða eitthvað. Já. Og ég veit. Það var svo lítið að gera, það var svo rólegt allt. Í mánuði eða eitthvað og þá kom, ég man ekki, 7 vikna verkfall, þú veist. Svo var ógeðslega gaman að taka rútuna til Reykjavíkur helgar og gista hjá ömmu og þú veist, fara í Extra og kaupa eina stúsíhúfu og fara að rúta með Ragga og hlusta Zero the Damage og þannig. Ég nefnilega, þegar ég heyrði þetta fyrst, að því eins og ég segi, ég fæ þetta bara á svona blank spólu, en mér fannst, myndi mig á Diggable Planets. Já, það er sami tími. Já, þetta var svona væpið sem ég fekk. Það er sami tími, skilur við. Og það er kannski að því að Ragnar náttúrulega hljómar svolítið eins og Ladybug Mecca. Já, hún er náttúrulega svo góður rappari, hún er svo góður rödd og gott flow, hún Ragnar. Já, og bílinn voru mörg, við vorum, eða þú veist, maður talaði oft það allan að maður var svona jazzari. Já, við vorum litum á þetta sem jazz hip-hop, það sem við gerum. Ég meina, jazz þú veist, fyrir mér það hip-hop í rauninni. Ef maður ætlar að vera cultured í hip-hopi, þá fílar maður jazz. Algjörlega. Annars getur maður alveg glemt í, þú veist, og farið að reykt krakk og dáið í því. Já, ég meina, þú veist, það eru margir rappari sem tala hvað er að fá mikið innblástur frá Miles Davis, hvernig hann... Já, ég meina, og eins og þegar ég er að útskýra verk sem ég mála, þá er ég að útskýra það meira út frá því að, þú veist, ég er að gera verk eins og John Coltrane gerir eitthvað freestyle í lagi, þú veist, ég er að reyna að ná þannig hæðum í sköpuninni, þú veist, að vera original, þú veist, ekki bara herma, það má alveg vera eitthvað form sem ég er í, en ég vil vera original í forminu, skilur mig. Þú veist, það er alveg heilbrigt að vera í einhverju formi. Þú veist, en maður má ekki vera bæter í hip-hopi frá mínu tíma. Þú veist, hvorki sem rappari, graffari. Já, vera bæter að herma eftir að taka eitthvað frá þeim og gera það sínu. Nema maður sé að sampla, þú veist, eitthvað lag. Og búa til eitthvað nýtt úr því. Já, svona, ég myndi segja bara, þú veist, það að vera original
var allavega, það var bara aðalmálið. Já, það var málið. Ef einhver var að hljómaði og líkt einhverjum öðrum, þá það bara whack. Og líka sem grafpís. Ef maður sé grafpís sem eins og eitthvað annað, þá það bara whack. Það þurft að koma eitthvað... Það þarf að vera nýtt. Tekið eitthvað sem var til áður en að gera eitthvað nýtt með það, sko. Já, koma með eitthvað frá því sjálfum. En það er líka hérna sem að svona smá hliðarsaga hérna, Tríóla Skans. Já, það var nú skemmtilegt. Sem að kannski ekki margir veit að við keppti í músitilunum, eða ekki hvað? Jú, 98. Sko, okkur datta í hug, mér og tröstavinni mínum, Kes, og Ómari Suárez, sem kom í Kvarasi síðan seinna meir. Já, einmitt. Sem að hérna voru náttúrulega bara félagar okkar samt líka. Já. Þannig Kvarasi-gaurarnir. Og hérna, en allavega við ákvaðum bara stuttu fyrir músitilunir að búa til hip-hop-hljómsveit sem á að heita Tríóla Skans. Og ég var búinn að gera einhver svona áskonar funky, svona psychedelic hip-hop beats. Einhverjum mjög poppað, ég kann alveg að gera pop-hip-hop, sko, sem myndi vera mjög mikið hit. Og í alvöru talað, ég ekki að djóka, sko. Bara með að beatboxa lög, þá alltaf að gera betri hit en margir aðrir. Tríóla Skans. Við erum í það öðru sæti, sko. Já, og Ómar var söngvari hérna. Ómar hann svo geggjaður rappari líka. Hann var ekki komið sko rapparinn eða þú veist, það var bara besti söngvari. Ég frístælaði held ég í þessari keppni og ég glemdi textanum mínum eins og alltaf. Trausti var með 1 beat í keppninni og ég var með 2. Skilaboðin, já. Já, það var Breiðholt. Ég man ekki alveg hvernig það hljómaði en... Það er ekki þetta allavega. Nei, Skilaboðin og Negra Breiðholt var ekki eitthvað. En hérna, út af þú söngst þetta þá... Þetta sungum við alltaf þegar við heyrðum hérna Braveheart með Nas. Já, Breiðholt. Já. Það er bara nýkomið, sko. Það ekki? Voru ekki bara að grínast með þetta bara þannig á rapptónleikunum daginn? Menn það ekki. Ég held það. Að við ætlum að gera... Trausti ætlar að gera hérna... En við kynntumst ykkur. Já, það gerist þarna hvernig það var í febrúar eða mars 98, þá var breakdance-keppni á Hótel Íslandi. Mjög flott keppni. Og ég hafði verið í Electric Boogie í Danmörku þegar ég var bara... DJ Tony Vegas var einn af aðal DJ-unum frá Bretlandi og hann var að starfa með fyrirtæki sem var mjög frægt fyrirtæki, svona plötufyrirtæki. Sem gaf út svona hip-hop, gaf út Valstyle releases, þú veist hana Valstyle plötuna. Það var svolítið bylgja þarna á þessum tíma 98 í Bretlandi með það var alltaf Battle of the Year sem var þarna, byrjaði í Hannover sem núna, ég held að svo hátíð það er orðið, mann ekki, það 30 og eitthvað ára gamalt núna. Og svo var hérna UK Breakdance Championship eða eitthvað og það kom, hann heiti Ivo eða eitthvað sem var meistari. Já, einmitt. Og hann kom að það líka og ég fugsaði, ég skráði bara í þetta, bara fuck it, þú veist, og fann hann svona bláan, svona addaskala með appelsínugulu röndum, hvíta hanska og gömur skíðagleiri sem var bara upp í hill eitthvað ógeðslega lengi og mætti hana og Erpi var með að taka upp á Waff.OS, þetta til á Waff.OS. Nice. Og svo allt í einu sé ég einhvern einn áhuga sem aðeins lægri en ég, en ég nákvæmlega sama galla. Það ekki Kes. Já, ok. Svo bláum andans með appelsínugulu röndum, ég bara lappi upp á hann bara, hey, blessaður, við kekka gæli sem til. Það var Trausti Kes. Já, ok. Og hann alltaf kynntist í Ómari og svo kynntist ég Steinar Mynd og við vorum farin að breyka saman í kjallaranum hjá Bíóbarnum. Já, Bíóbarinn, já. Já, við fórum þangað að æðum okkur aðeins að breyka svona svolítið. Ég og þú varst örugglega með í þína. Já, sem var heitir núna Hótel Klöpp eða eitthvað líka. Það var hótel að klappast í Hverfisgötu. Þá vorum við að mixa saman Square Pusher og Arsonists og Dilated Peoples og eitthvað svona mjög furðulegt mixa hlutum. DJ Crush eða eitthvað þannig dót. Það er fyrsti skemmtustarinn sem ég fór inn á. Já, það var 95 og það var þannig að ég og hérna Free og Blackfist var hérna í heimsókn. Og við vorum að lappa. Já, sorry. Já, þú varst nefnilega... Ég veit þetta allt. Þú varst heima, sko, hjá ömmu og við vorum að labba þarna og dyravörðin, sko, spurði okkur á ensku hvort við vildum ekki kíkja inn. Ég var 15 ára, sko. Og hérna, við bara eitthvað, þú veist, vorum ekki eitthvað að reyna að komast inn, sko. Og endum að fara, hérna, heim til ömmu og sóttum Kalla og fórum með honum okkar. Og mér minnir að Robby Chronic hafi verið að spila, sko. Já, það var hip-hop í gangi, sko. Þetta var held ég Einar Snorri sem bauð okkur
ná þetta sem einn af Legends ásamt Eiði Snorra Snorri Bros ég man bara, við vorum bara einhverjir 15 ára saklausir strákar eitthvað og dýraverum bara, heyrðu ég hef alltaf borið geðveika virðingu fyrir honum þeir eru bæði voru breiki og graffi og fara svo í ljósmyndun og líka hamingjuverkið sem þeir máli saman við Slippin, það var fyrsta svona alveg flott pís sem ég sá á Íslandi ég mani til því að var á þótt ég hafði séð líka náttúrulega Hamraborgina en þetta var mikið flottara já, en þarna kynnist ég Trausta og svo ykkur og smá tímabil þá var ég, Ómar Svares Blásorka og Trausti voru með hljómsveit sem hét G13C G13C og síðan prófum við að gera grúpu Super Syndical algjörlega við fórum og tókum upp alveg slatt af því dóti við notum tímana Tríóla Skans vann tíma í Grótnáminni það var í Sýrlandi og gáði skipti út til tíma eitthvað þessum upptökum til ennþá eða? Já, ég var þess að mastera við þurfum þá að fara að hlusta á það Ómar setti þetta á SoundCloud þessi setur hlekk við þáttinn og það inn á SoundCloud þetta voru alveg, gerðu ekki alveg 4 lög og eru það góða versjónir af lögunum sem eru þar? Já, það er, þú veist ég man allan að ég með masterana við þurfum að gefa út instrumentalina ég tók að mér, vildi gera vínilplötu og það var pressa í Tékklandi og ég var komið tékkefti og bankareikning og þetta var einhvern veginn og það var einhvern veginn planið að þú gerir eitt takt og maður gerir eitt takt og ég gerir eitt við þurfum að gefa þetta út svona við tækifæri, í alveg talað en síðan alltaf vorum við bara með vissmynd áherslur og fórum svolítið í svona sikkur áttina en við spiluðum á tónleikum við spiluðum fórum í sjónvarpið allavega þetta fór svolítið að gera svona fór aðra áttir þannig kringum 98-9 þetta var svona þegar þú veist, kannski hiphop fór að dala var svona að reyna að brjóta sér inn í og vera með og vera viðurkennt líka og við fórum að spila nýr útvarp og svona, þú veist, var ekkert það var svolítið svona anstreymið þannig að það var svona einmitt ég meina þegar við vorum að hita upp fyrir Fugees eða einhverja svona greitikassi eitthvað svona og Dela Soul þá voru svona eftirparti sem við fengum ekkert endilega að komast inn í út af að við vorum í strigaskóm það er svona, þú veist, fasistafnir í dyrunum á skemmtistöðu Reykjavík þá komst maður ekki inn á skemmtistæði og en þetta var samt við heldum samt alveg kontakt áfram allir á einhvern hátt svo alltaf bara en þú veist, þetta bara breytist allt saman, þróast í alls konar áttir ég og Maggi, við heldum áfram að gera tónlist, þú fórst að rappa á íslensku líka og ég var að rappa á ensku tíma og spænsku og alls konar svo kemst í niðurstöðu að bara íslenskan væri það sem ég var bestur í algjörlega þannig að svo þróast þetta en svo haldið náttúrulega áfram við Maggi hélt áfram að vera beatmaker maður náttúrulega bara rappari þú veist gaf út 32C með MC Gauta og fleirum Dabbi T það var mjög flott dót þetta var bara, við vorum allan við bræðinir vorum svolítið mikið að fara inn í reggae á þeim tíma ég persónulega heillaðist mjög mikið að Rastafari alveg frá 95 sem eiginlega kristallaðist árið 99 hjá mér og ég veiktist mjög alvarlega að geðsjúkdóm sem kallast geðklofi sem er mjög flókin sjúkdómur sem er ekki auðvelt að útskýra og ég ætla ekki að reyna að gera það núna en það vita meira um það í dag við vita meira í dag, ég veit mjög mikið um þetta þú veist, en ég ætla ekki að fara að tala um það núna en hins vegar þá breytti það náttúrulega lífi okkar bræðra og annara í hiphop-menningunni út af því ég hætti að vera þáttakandi í þessu eftir það, þú veist og ég fór bara að einbeita mér að þú veist, að lesa biblíuna og mála málverk og vera heima hjá mér í mörg ár og svo fór ég aftur að koma aðeins meira lífi inn í að graffa meira aftur og ég sneri við sólarhringnum og var þú veist, cirka 8 ár bara vakandi á nóttunni einn sem er náttúrulega mjög erfið reynsla þú veist en þetta breytti okkar lífi svolítið mikið en Maggi hins vegar hefur verið að gera tónlist og þá sérstaklega reggae var eiginlega minn savior
þess vegna ég Rastafari í dag. Og það út af því að reggaetónlist, hún hélt í mér einhvers konar orku sem að fekk mig til þess að hafa tilgang á mínum erfiðustu stundum. Og við Maggi eigum það sameiginlegt að við erum einhvern veginn samstíga. Við bjöggum í sömu blokk mjög lengi. Maggi var alltaf að skapa þar og ég var einhvern veginn alltaf í einhverju svona geðrófi. og nei, ég segi svona, kannski ekki alltaf, en þú veist, stundum, svona inn á milli, þú veist, smá klikkaður og það var ekki allir sem gátu verið í kringum mig, þú veist, þegar ég var þannig. Og ég kynntist alls konar fólki sem ég ekkert endilega í sambandi við lengur. En þú veist, það bara lífið bara svona. En tónlist og myndlistin líka hjálpaði þér? Já, myndlistin terapían mín, þú veist, ég hef alltaf verið þar og ég var líka að skrifa texta og var alveg með hiphopið í gangi í prívatlífinu, skilur mig. Ég var að skrifa texta, ég var að reyna að gera einhver beats, ég gaf mér þess að út plötu 2003 sem heitir Far með hljómsveitinni Chosen Ground sem á Spotify og þetta með endilega hlusta á hana. Þetta var svona mín leið til þess að sína að þetta var það sem ég vildi fara að gera sko. En hérna, en þetta var erfitt. Það var Græni fingur, Móri atvinni Krimminn, hann gaf mig út sko. Ég gef honum mikið props fyrir það og hann líka hjálpaði mér. Það var skemmtilega tímabilin, það var mikil svolítið á þessum tíma sko. Og Sigurður Guðmundsson sem í Hjálmum, hann var með mér að gera það og nokkur viðbót. En svo þróast þetta, ég fyrir út að læra í leikstjórn í Barcelona 2003, þannig að ég svolítið hverfa af sinnu líka sko. En þú ég flutti aftur til Svíþjóðar 2001. Já, einmitt. Eða 2001. Já, þú varst þannig heil lengi sko. Já, og svo var í 3 ár. Ég kíkti á heimsókninni til þín 2001, þá varstu búin að vera nokkuð lengi sko. Já, ok. Allan og þar var ég náttúrulega bara að gera tónlist bara allan daginn, alla daga, alltaf með fullt af fólki í alls konar. Já, ég man eftir. Svona í Svíþjóð, þú veist. Og hérna, já. Þú gerði lög fyrir og náttúrulega var á þeim, og var líka náttúrulega þá með honum hérna Anthony Endlú, sem að hérna kom hérna og flutti með mig til Svíþjóðar. Sem að kynst á þess að kom frá New York. Já, hann frá þess að New York. Flutti hingað 98 til Íslands. Og kynntust honum þar með Þið gerðu mikið af tónlist. Já, alveg helling. Og gerðu plötu líka. Mjög góða plötu, Endlú Maximum. Ég man ennþá, þú veist, við hittumst á Laugaveginum, hann var með hálfkláraða Captain Morgan flösku, fórum úr bænum, fórum í stúdíu og tókum upp 5 lög. Já, og hérna það var mjög hress. Ég fekk að fylgjast með þessu hjá þér, ég man að daginn varstu með bara 20 eða eitthvað lög. Já, þetta var bara endalaust. Mikið ákvöst. Og mikið af þessu gott, þú veist. Þetta frábært sko. Bara til eitthvað staðar hjá mér sko. Já. Það er nú oft þannig að mann gera meiri tónlist en það gefa út sko. Já, þannig að kemur smá sársauki inn í þetta, þú veist. Af því að, þú veist, hjá mér verður það sem ég sagði áðan, það sársauki. Þér smá náttúrulega að sjá bróður sinn svona aðeins crazy, af því að mér finnst þú gera svo geðveika tónlist á þessum tíma sem að náði ekki að koma almennilega út, þú veist, nema svona í örfáum. Það var líka, þetta voru bara öðru tímar. Bara eins og í Svíþjóðlands þá var ég tilbúin með hérna eina plötu ekkert mann og var bókstaflega bara, þú veist, í einhverjum hérna að banka upp á fyrirtækjum, þú veist. Bara að loka dyr og, þú veist, ég var ekkert eitthvað, maður gæti ekkert bara, maður var ekkert að setja út á Spotify. Nei, þannig að maður satt bara á þessu þá. Og ef maður átti ekki pening til þess að gefa þetta út, þá rauninni var það mjög erfitt. Já, ég fór eitthvað ég gaf út 3 svona beat-plötur sem ég skrifaði bara geisladiska eitthvað, þú veist, 30 eindöku eða eitthvað. Og hérna Ruglaði froskurinn og þannig? Já, ruglaði froskurinn og Junior Air to the Max. Já, einmitt. Og svo ruglaðari froskurinn. Já, og þú gerðir það sem DJ Addi intro var intro beats. Já. Þannig að með South Park grafík framan á. Já. Og ég gerði eitt beat og elsti sonur minn var með í því. Og Íó á þeirri plötu sko. Já, það ég rappa á ensku. Já, það hérna Musical Blunt. Musical Blunt, já. Mér til svona og fólk ekki að heyra það bara, hvað það reykja svona mikið? Bara, nei, þetta bara myndlíking. Þú veist hvað ræður. Já. En náttúrulega, ég átti son náttúrulega sem var minn ljósgeisli og hann var alltaf
minn svona stöðuleiki, þú veist, að vera með honum og þannig. Já. Þótt ég væri líka erfiðum stöðum en með honum og með ömmu minni og þar leið mér vel, fattir. Hitti pappa minn Davíð mikið og alls konar. Já. En svo hvað kemur heim frá Svíþjóð? Það kemur hérna Dama eða... Nei, svo ég kem aftur svo til Íslands 2004 og þá gefum við út plötu Endlum Maximum. Já. Hjá hérna... Það Smekkleys hann eitthvað? Jú, eða hvað heitir hérna Sónunet? Já, einmitt. Okay, já. Og já, svo ég veit ekki, ég veit eiginlega ekki alveg hvað gerist svona 2005 til 10. Það er svona, hjá mér bara svona, þú veist, eitthvað starfað þar gerist til að Street sé. Já, einmitt. Og hérna, og maður var eitthvað svona eins að reyna að pæla eitthvað, þú veist, en... Ég er í Blackout. Og ég var farin að gera reggae líka meira og meira, þú veist svona... Já, ég keypti bara reggae-plötur á þessum tíma. Eins og þegar maður fór eitthvað út í Kristjaníu eða eitthvað þannig, þá fór maður í, þú veist, Hyde's Park Corner eða hvað hann hétt, þessi plötubúðar og valdi, þú veist, Anthony B, Luciano, Lee Scratch Perry, Scientist, Dr. Ali Mandu, eitthvað þannig, Best Dressed Chicken in Town, eitthvað svoleiðis. Og hérna, það það sem maður hlustaði á heima á sér og fekk inspiration frá. Og svo fór maður að díka. Já, ég held sko, því mér, sko, út af að við erum að tala um hip-hop og svona. Já, hip-hop. Ég held að svona upp úr 2005 þá fer ég svolítið persónulega svona að missa svolítið áhuga á hip-hopi. Já. Svona, þú veist, en þetta var bara svo náttúrulega stór partur af mér, þú veist, að setja og gera beat, þú veist, og taka upp rap og eitthvað svona. Þannig að, þú veist, þetta fylgir manni ennþá dag í dag, sko. En já, ég svona hægt og rólega, þú veist, þróaðist það út í bara í rauninni reggae meira og... Það eðlilegt að þróast. Og svo ég núna svona farin að huga, þú veist, að hittast eitthvað staðar, skilur ég sjálfur, ég líka, sko. Já. Þetta allt hip-hop, sko. Þetta allt hip-hop. Já. Og þannig lítið nákvæmlega á þetta, sko, að þetta bara hip-hop. Heimurinn hip-hop. Og þegar við, þú veist, það hjartað mann, sko. Maður bara einhvern veginn, það þú veist, við ólumst upp hip-hop. Já, reggae hip-hop. Já, Rastafari hip-hop. Sami kjarnir. Og eins og Loop Troop segja, þú veist, það bara illegal commercials eða, þú veist, þetta bara hip-hop, skilur mig. Graffiti illegal commercials, þú veist, því það akkur fá bara stórfyrirtæki að koma einhverjum skilabóðum til fólks. Akkurat. Þú veist, það verður hip-hop kemur með eitthvað annan vinkil inn í lífið. Já, þetta attitude eitthvað sem að fylgja manni, svona mindsetið eitthvað. Maður aðeins tengdur og annan hátt. Og þetta blanda öllu inn í, jazz og reggae. Já, algjörlega. Bara þessu opni hugur eitthvað. Gegnum hjartað. Já, í gegnum hjartað, sko. Og þetta hip-hop hefur kent mér, sko, að, þú veist, taka eitthvað, af því það í alvörinni hip-hop sem hefur kent mér, taka eitthvað neikvætt, eitthvað illt og umbreyta því í eitthvað gott. Skilur mig, þetta bara basic, fundamental af hip-hopi, að gera það. Þú veist, ef ég ger ekki hip-hop, þá ég ekki lifandi. Þú veist, þá ég bara króna niður og deyja, skilur við. En ef ég geri hip-hop, þá ég lifandi, orkumikil, hress og jafnvægi, líð vel, ég get talað við hvern sem með sjálfstraust og þú veist, allt svona illt sem þetta hug hverfur. Skilur mig, út að ég breyti því í jákvæmt, það hip-hop. Nákvæmlega. Það ekki bara... Ég held að þetta séu fullkomin lokaður. Já. You get popped over here. Já, þá bara þökkum við fyrir. Shout out alla familjína. Já. Og allt crewið, alls staðar. Shout out á crewið. Sérstaklega lesa með og P.S. crew. Karl og Magnús og XXX Rottweiler. Já, það margt framöndan sem við verðum að fara í gegnum, en þá bara þökkum við fyrir. Við minnum á að samstöðin.is, þar hnappur sem heitir áskrift, þið getið farið inn og gest áskrifendur og gengið í Alþýðufélagið sem áreikur samstöðina. Hip-hop-varpið og samstöðin á YouTube og Útvarpinu FM 89,1 og Facebook og sjónvarpi Símans á Rás 5
Og á hvað, podcast? Já, podcasti, öllum helstu. Apple Podcast og Spotify. Podcast veitum, já, einmitt. Og við erum hérna í alla föstudaga 8:00. Bara þakka fyrir og þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk innilega fyrir komuna. Takk. Takk sem leiðis. One love.